Sigrún Davíðsdóttir, hann var lengi beðið eftir þessari skýrslu og svo kom hún og þú varst þarna á fundinum og ég veit að þú hafðir alltaf trú á þessu ferli og trú á því að þessi skýrsla er góð. Þannig náttúrulega mikið upplýsingum og sumt höfum vitað, við fáum staðfestingu á ýmsu og svo eru þarna hluti líka sem við vissum ekki. Já, það er alveg rétt. Ég hafði tröllatrú á þessu. Ég hafði vissi af því svolítið hvernig þetta var unnið og mér leist mjög vel á það og niðurstaðan er nákvæmlega eins og ég var að vonast eftir. Það sem að skiptir gríðarlegu máli þarna finnst mér er hvað við fáum mikla innsýn inn í allt það sem var skoðað, bankana og stjórnkerfið og vissuleyti innsýn inn í ráðuneytin líka. Og þetta gefur okkur tækifæri og möguleika á að meta hvað það var sem var hérna í gangi og það skiptir auðvitað gríðarlegu máli líka við ætlum að reyna að læra eitthvað að þessu. Þannig að já, gríðarlega góð skýrsla, mjög áhugavert og það tekur síðan dálítinn tíma að vinna úr þessu, ekki bara því þetta er langt og mikið verk, heldur líka vegna þess að upplýsingarnir eru dreifðar ýmis atriði. Þannig að það sem við höfum séð svona hingað til kannski þessa vikuna er að það hefur verið pikkað upp, hingað og þangað eitt og annað, en hún býður líka upp á betri úttekt á ýmsum hlutum eins og til dæmis hvert var Icesave-ferlið, hvað er það nákvæmlega sem að gerðist hérna 2008. Þannig að eins og reyndar Páll Hreinsson reifaði mjög vel á blaðamannafundinum, hann fór mjög vel í gegnum einmitt árið 2008, en þarna fæst heilstæð saga sem að okkur er bæði sögð en okkur er líka gefið efni til þess að búa til sögur sjálf. Þetta náttúrulega leggur mikla ábyrgð á herðar okkar blaðamanna og fréttamanna. Vissuleyti þessi skýrsla að standa okkur í því að miðla því og skoða það sem í henni stendur. Þetta er ekki bara yfirvöld þingið sem að bera ábyrgð að vinna úr þessu, þetta er líka fjölmiðlarnir. Sannarlega og þá einmitt að hafa úthaldið og getuna og kannski ekki síst bara forvitnina að liggja yfir þessu. Og einmitt eins og ég segi, það eru hlutir sem að okkur eru ekki gefnir beint en við þurfum að hafa fyrir að púsla saman og mér finnst þetta frábært af því að ég hef verið ofsalega forvitin alveg síðan að þetta gerðist allt saman, bara hvað gerðist, hvað voru menn að hugsa, hvernig var farið að. Þannig að mér finnst þetta frábært og þannig getum við, svalað forvitninni. En sko, ef við horfum til þess að bankana, þetta er nú merkileg, það eru þessi bankar og svo sem að fara út í glæfra og hugsanlega glæpi á síðustu metrunum og í einhverjum tilfellum út í glæpi. Við höfum eftirlitskerfi sem virkar mjög illa og stjórnmálamenn sem standa ráðþrota gagnvart þessu. Bankarnir, það sem maður stók fyrst eftir, það er hvað þeir eru að lána ofboðslega mikla peningar til eigenda sinna. Landsbanki til Bjöggana, Kaupþing til Exista og Glitnir til FL og Baugs. Já, það er alveg rétt. Við höfum alltaf haldið að það væru þessar 3 blokkir, en við sjáum dálítið þarna að það voru svolítið allir að lána öllum. Það er að segja, auðvitað ekki öllum, heldur þessum útvalda hópi. Og það er mjög athyglisvert hvernig þeir eins og hjálpast að. Hins vegar, ef við lítum svolítið lengra aftur í tíman, þá er athyglisvert að sjá hvernig til dæmis banki eins og Kaupþing þróast. Ég hef verið dálítið upptekin af því þessa vikuna og það sem við sjáum er að það er þarna hópur manna sem að bankin í rauninni byggir upp með sínum viðskiptum við þessa menn. Hann býr til auðmenn, býr til auðfyrir. Ég held að það sé hægt að segja það, að hann þarna frekar snemma hvað við segja, veðjar á Jón Ásgeir og Jóhannesson og Baug, þá viðskiptablokk, síðan er það Lýður og Ágúst Guðmundssynir og síðan náttúrulega maður eins og Ólafur Ólafsson, útlendingar, síðan bætast í hópinn, Kevin Stanford reyndar frekar snemma, strax held ég kringum 2001. Síðan Robert Cengiz kemur dálítið seinna inn. En alla þessa menn gildir að þeir voru svona, misvel stæðir, en verða gríðarlega vel stæðir af þessum viðskiptum. Þannig að
við getum eiginlega að hugsa okkur þetta þannig að þarna verður til banki og það áhugavert með Kaupþing því að hann raun og veru einkafyrirtæki frá upphafi. Náttúrulega nær svo yfir eða rennur saman við Búnaðarbankann og þannig að hann í rauninni langar, bankinn vill gjarnan vaxa. Hvernig gerir hann það? Hann þarf einhverja góða viðskiptamenn og hann í rauninni býr til þessa viðskiptamenn, þessa viðskiptaaðila, þessi stóru fyrirtæki, þau þenjast út í viðskiptunum við Kaupþing og þannig stækkar líka Kaupþing. Síðan það sambandið við lífeyrissjóði nokkra og ákveðna sparisjóði. Þannig að þarna verður gríðarlega stórt bákn sem að við vitum náttúrulega óx með metraða á sérstaklega þarna 2003 til 2005 og kannski, sérstaklega þau árin og þannig að þetta eins og eilífðarvél sem getur ekki brugðist. Það bara einn smá hængur á og þetta vél sem þarf alltaf að taka inn pening. Hún þrífst á fjármagni utanfrá og þegar að flæðið inn stoppast þá bilar vélinn. En Baugur var náttúrulega til þess orðin svo stóra að hann gat fellt allt draslið, sko. Baugur var alveg ljóslega í þeirri stöðu og það líka mjög áhugavert að þegar það búið að byggja upp þetta fyrirtæki sem Baugur sem eins og ég segi, ég held að Kaupþing hafi átt mjög stóran þátt í alveg í upphafi og þá erum við að líta 10 ára aftur í tímann. Þá þessi banki líka í viðskiptum við alla aðra. Eða hina báða bankana og í raun og veru bara hvað einustu fjármálastofnun sem nánast í landinu, Baugur og þannig að og það líka mjög áhugavert hvernig stendur á því að það var hvernig bara mátti það vera að þeir gætu fengið svona mikla peninga. Síðan náttúrulega fara þeir erlendis og fara Kaupþing fer með þeim og síðan og hinir bankarnir svo líka. Það gerir það verkum að erlendir bankar lána líka. Það sem við sjáum svo, veit ekki nákvæmlega hvernig með fjárfestingabaugs, en það sem við sjáum til dæmis í tilfellinu Actavis, sem þetta fyrirtæki sem byggt upp sem hlutafélag og Björgólfur Thor Björgólfsson kaupir svo þarna 2007, heldur seint, má segja, eftir á séð. Það félag fjármagnað með, þau kaup voru á endanum fjármögnuð með hans eigin framlagi og lán frá Straumi, Landsbankanum og Deutsche Bank. Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, lýsir því mjög vel í skýrslunni hvernig sá samningur settur saman og hann settur saman þannig að að það lánuð, þessi 3 bankar lánuð en á gríðarlega ólíkum forsendum. Þannig að Deutsche Bank fær alvöru veðin, Straumur og Landsbankinn, eins og Sigurjón segir sjálfur, eru skildir eftir út á túni. Þannig að þegar í harðbakkana slær, þá það Deutsche Bank sem heldur Actavis og það þetta þau átök sem við sjáum núna að Deutsche Bank á einhvern hátt að reyna að losna við þetta stóra lán sem þeir eru með en ég held að eins og Sigurjón lýsir þessu þá geta skilanefndir íslensku bankana alveg gleymt því að þær fái eitthvað verulega út úr þessu, allavega ekki sem að nemur því sem þær lögðu fram og þannig að þarna það ekki bara það að bankarnir hafi veitt þessum stóru viðskiptavinum ótrúlega mikið lán, heldur þessi lán veitt á allt öðrum forsendum heldur en að erlendu bankarnir veita. Þetta eru lán með litlum, lélegum veðum. Þetta rassvasa bankastarfsemi einhvers konar. Það eins og þessir stóru viðskiptavinir hafi geta gengið í íslensku bankana, eins og rassvasana sína. Þetta ekki venjulega bank, þetta ekki hefðbundið bankastarfsemi, fer ekki svona fram. Ég velti þessu líka mjög fyrir mér. Hvað voru þessir stjórnendur bankana að hugsa? Framan af svona var ég að velta fyrir mér, þeir kannski voru ekki mjög reynslu miklir, þeir hefðu ekki mikla reynslu af því að þjónusta stórfyrirtæki, skulum við segja. Ég verð að segja eins og ég bara get ekki alveg skilið hvað þeir voru að hugsa, hvort þeir héldu í rauninni að þetta geti gengið. Síðan auðvitað, þegar þeir eru búnir að koma sér í þessa stöðu, að bankarnir hafa á þeim algjör, eða þeir hafa hreðjatökin á bönkunum öllu heldur,
að þá gerist það að þegar að fjármagnið þrýtur að þá kalla þessir erlendu bankar allir eftir veðum, það eru gerð veðköll og þá eiga náttúrulega íslensku bankarnir ekkert neitt að velja annað en að reyna að halda þessum viðskiptavinum sínum uppi. Halda þeim á floti, halda Baugi á floti, halda FL Group á floti, halda Samson á floti, Exista og öllu dótinu. Það er það sem er að gera síðasta árið. Það er það sem er að gera síðasta árið og það kemur einmitt þarna fram, einhver sem ég man ekki hver það er en það kemur klárlega fram að, ég man ekki hvaða banka það var, hvort að það var, Kaupþing, jú það var Kaupþing, sem að fer út í þessi kaup 1998 Hagar. Það er að segja enn eitt dæmið sem sagt kaup og sölu innan félagasamstæðu sem að losar út pening fyrir eigendur. Kaupþing vissi, eftir því sem kemur fram í skýrslunni, þegar í mars 2008 að Baugur án hjálpar lifði ekki af. Þannig að þeir sjá fram á það að Baugur sé að fara í þrot og þá er þetta eitt af því sem er gert. Nú hinir bankarnir væntanlega sjá það sama og reyna líka að gera eitthvað. Þannig að þá er eiginlega lífslíkur bankana og stóru fyrirtækjana svo samfléttaðar að bankarnir sjá sér ekki annað fært en að hjálpa þeim. Og sem er mjög ólíkt því sem sagt erlendu bankarnir gera. Þeir algjörlega með köldu blóði gera veðköll af því að þeir fær ekki hausinn út af þessu. Þannig að það er mjög athyglisvert og það er líka athyglisvert sem að kemur fram í skýrslunni að áhætta í bankakerfi verður ekki til þegar að allt fer í steik. Áhættan er búin til fyrr. Þannig að þú í hvers skipti sem þú veitir lán að þá eru kannski, tvær leiðir, annað er að það gangi vel og hitt er að það gangi illa. Og þú metur áhættun út frá því. En það er talað að bankarnir hafa verið tæmdir síðasta árið? Já. Það er rétt að þetta bara verið... Ef við horfum á til dæmis, að því vorum að tala um Actavis og Björgólf Thor, að þá til dæmis gerist það þarna alveg undir lokin að Landsbankinn í Luxemburg lánar Björgólf Thor 153 milljónir evra til þess að halda Actavis. Þarna nokkrum dögum fyrir hrun. Já, þetta er þarna 29. september, þetta er lok september. Þannig að hvaða hagsmuni var bankinn að vernda þarna og við erum að hafa það í huga Landsbankinn eins og allir bankarnir þetta eru skráð hlutafélög. Þetta voru ekki bankar sem voru bara í eigu þessara stóru. Þetta voru, fleiri hundruð aðilar sem áttu bankana. Þetta eru hlutafélög þar sem að í rauninni réttur allra á að vera sá sami. Hverra hagsmunum var verið að gæta þarna? Reyndar kemur líka fram í skýrslunni að í rauninni hafi Björgólfur Thor verið búin að taka yfir stjórn Landsbankans þegar þarna var komið. Sigurjón Árnason virðist vera að velta fyrir sér að það sé kannski að koma að því að það sé hægt að skipta eigendur í bankanum. Að þeir séu í rauninni, öll þeirra eign í bankanum sé veðsett. Þannig að, hverjir þeir áttu rauninni voru varla bankan lengur. En erum við að tala það eru fleiri hlutir í þessu eins og hvernig bankarnir voru að kaupa eigin hlutafé og nota ýmsa aðra menn, ýmsa svona leppa til að kaupa hlutafé í bankunum til að halda upp verðin á þeim. Erum við að tala svikastarfsemi, umfangsmikla svikastarfsemi? Það er auðvitað verið að rannsaka starfsemi bankana og við verðum víst að bíða þangað til að það kemur út kemur einhver niðurstaða í það en það eru auðvitað ekki ástæðulausu sem er verið að rannsaka þetta og það er ekki bara verið að rannsaka þetta hér á landi. Sirius Fraud Office í London er að rannsaka starfsemi Kaupþings og þeir hafa auðvitað ekki síst áhuga á starfseminni þar og viðskiptunum við þessa erlendu viðskiptavinni sem að, eru þá búsettir í London og þannig þeir skoða starfsemina væntanlega út frá sínu sjónarhorni. Og það eru alveg ljóslega og það kemur auðvitað fram í skýrslunni ástæða til þess að rannsaka og þess vegna hefur sérstakur saksóknari hans embætti verið sett á stofn
ég hefði kannski líka vilja velta fyrir mér ábyrgð stjórna bankana. Bankarnir eru hlutafélög og það eru stjórnendur sem stjórna frá degi til dags og síðan eru bankastjórnir og samkvæmt hlutafélagalögum þá bera þær líka ábyrgð og ég hefði viljað að það væri hugað að því líka. Stjórnendur bankana, eigendur bankana, stjórnir. Já, það ekki þessi sem það þarf að ná utanum? Jú. Já, en svo náttúrulega sko, ég endur alltaf að fjalla aðeins betur það hérna á eftir en það kerfið hérna sem hvernig það bregst einhvern veginn, stjórnkerfið, eftirlitskerfin, stjórnsýslan, en það er einhver sko lömun í kerfinu og þetta sést til dæmis á samskiptunum hérna við útlönd, það kemur fram í skýrslunum, hvernig samskiptin eru við útlönd. Já, ég eiginlega, þegar ég satt á blaðamannafundinum og hlustaði á Pál Hreinsson, ég var eiginlega dálítið hrætt að hugsa til þess að hagsmunir Íslendinga hefðu verið í höndunum á eftirlits yfirvöldum og stjórnmálamönnum sem að einhvern veginn voru svona ótrúlega ráðvilltir og það vantar ekkert viðvaranirnar. Og það er náttúrulega mjög athyglisvert að það er þarna í apríl þá reynir Seðlabankinn að gera gjaldeyrisskiptasamning við breska Seðlabankann og þeir segja bara nei, við viljum ekki vera í viðskiptum við ykkur en þið þurfið stórfellega á hjálp að halda, við viljum gjarnan veita einhver aðstoð og það er einhvern veginn ekkert gengið eftir því. Og það er boðið fram aðstoð erlendra Seðlabanka við að vinda ofan á kerfinu hérna. Já. Þetta er bréf frá sko Mervyn King sem er eitt valdamesti bankamaður heims. Já. Og strax í janúar þá segir Ingimundur, bankastjóri í Seðlabankanum, segir eitthvað sem svo að það sé ekki hægt að útiloka að hér verði fjármála áföll, ég held að það sé orðið sem hann noti. Þannig að menn eru strax orðnir meðvitaður það að þetta geti farið illa og ég held að menn hafi klárlega séð að bankarnir stóðust ekki. Þeir náttúrulega lögðu fram reikninga sem voru endurskoðaðir og það er auðvitað hluti af allir þessari sögu, það er þáttur endurskoðanda og hvernig mér liggur við að segja hvernig í óskupunum það var hægt að endurskoða þessa reikninga og stimpla þá sem allt í lagi og það er auðvitað hluti af þessari sögu en aftur þetta með stjórnkerfið að það er dálítið óhugnanlegt að það skuli ekki hafa verið menn skuli ekki hafa hlustað á vegna þess að ég held að sko bönkunum hafi þarna í byrjun 2008 sennilega ekki verið viðbjargandi en í staðin fyrir að kippa einu spili út úr spilaborginu og láta þetta allt svona hlunkast niður að það hefði kannski verið á einhverju tímaspunkti möguleiki á að svona leggja þetta á hliðina með einhverjum slíkum hætti að það væri haldið utan þetta þannig að áfallið ekki svona mikið. Það eru komnar hérna meldingar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum líka en það er kenningin kenningin umsátur erlendra aðilum okkur. Hvernig stendur hún eftir þessi skýrslu? Ég held að hún sé alveg dauð. Þessi kreppa er heimaprjónuð að því leyti að vissulega er það þannig að þetta er eins og ég sagði á þetta er vél sem er haldið gangandi með peningum og þeir peningar koma utan en þú getur ekki byggt upp heilt fjármálakerfi án þess að hugleiða hvað gerist ef að aðstæður breytast en það var einhvern veginn eins og greiningadeild í bankanum það reyndar ekki bara íslenskt fyrirbæri þetta var lýsing sem ég sá í bók eftir Michael Lewis sem skrifaði hérna Liar's Poker þar sem hann segir greiningadeildir þær vinna þannig að þær eru með einhverja kurvu og þær leggja reglustrykku við kurvuna þannig ef að það er smá eitthvað sem er upp á við þá er bara dregið upp á við endalaust og það sem er niður á við er líka bara endalaust niður á við þannig að dálítið kaldhæðislegt en það er nú samt svolítið eins og þannig hafi verið unnið hér og þá ekki bara hér en nei við getum ekki lengur sagt að þetta hafi verið einhverju vondir útlendingar eða einhver vondir menn í útlöndum sem hafi brugðið fyrir okkur fæti. Því miður var þetta ekki þannig og einmitt þessi sáhluti skýrsluna sem fjallar það sem gerist þarna árinu 2008
sýnir þetta mjög klárlega. En þetta teygir sig alveg aftur reyndar í einkavæðinguna og við erum með svona dæmi úr henni. Já. Til dæmis nú komið í ljós að þetta var alveg satt sem að menn heldur fram meðal annars margoft í þessum þætti að þessi þýski banki Hákon Áfásir hefði aðkoma hans að einkavæðing Búnaðarbankans hefði verið mjög sérkennileg og þannig að stjórnkerfi hérna færa hans í vondan dóm langt aftur í tíma. Já, það gerir það og það sem athyglisvert að því að nú má segja að við höfum haft sviptingar í bankakerfinu fyrst með einkavæðingunni og svo með hruninu og það sem mér finnst athyglisvert að það eru sömu menn sem stjórna bönkunum eftir einkavæðinguna. Það verður ekki nýjir eigendur eins og skipt ekki út. Ég veit ekki hvort að það var einhver hluti af samningunum en allavega það verður ekki þetta rof sem að annars maður gæti ímyndað sér. Þegar bankarnir hrynja núna þá líka ákveðið samhengi. Þannig að ég hef talað að það sé samhengi út yfir gröf og dauða og gjaldþrot. Þannig að það eins og af einhverjum ástæðum að þá ekki skipt út hreinsa til. Reyndar náttúrulega hafa orðið einhverja mannabreytingar en kannski alls ekki í hvoru skipti því eins og hefði mátt búast við. Það mikið ómissandi fólki. Já, af einhverjum ástæðum og maður náttúrulega spyr sig auðvitað núna þessi sem að sátu í bönkunum og einhvern veginn tókst ekki að stýra þeim fram hjá hruninu. Nú þá væntanlega ástæðan fyrir því að þetta fólk þetta ennþá að það hafi reynslu en það kannski þegar búið að reyna einu sinni á og það tókst ekki sérstaklega vel. Og líka áhyggjusamlegt að það skuli áfram einhvern veginn vera stutt við þessi stórfyrirtæki, tökum sem dæmi Existu og Baug. Að þetta eru einhvern veginn fyrirtæki sem ennþá hökta og Baugur reyndar farin á hausinn en við vitum öll að það eru leifar sem lifa og svona með einhverju smá tengslum við þessa fyrrum stærstu eigendur. Þannig að eins og ég segi, já, það einhver sambönd hana sem haldast út yfir gröf og dauða og gjaldþrot. Hver eiga bankana? Hver eiga Arion banka? Já, það eru kröfuhafar. En getur það ekki verið bara Víkingarnir búnir að kaupa kröfurnar á slikk og það svo sem ekki útilokað og auðvitað fullt af sögum sem gangum það. Glitni það írskt skráð félag Burlington sem að þarna stærsti eigandinn. Þetta fyrirtæki sem sett upp eins og maður sér reyndar mörg af þessum fjármálafyrirtækjum. Þetta sett upp sem svona tröst sem rauninni nánast eins og góðgerðarfélag sem hann náttúrulega ekki til þess að gera góðgerðir á ekki um munaðarleysingjum. Þannig að á einhverjum tímaspunkti auðvitað þurfum við að fá að vita hverjir þetta eru. Við þurfum að vita hverjir kröfuhafarnir eru. Nú það þannig að skilanefndirnar í rauninni halda ennþá utan þetta. Þannig að þetta ekki eins og að það séu einhverjir þarna skuggaeigendur sem eru spígsporandi í bönkunum að ákveða hverjir eigi að fá lán eða eitthvað slíkt en við getum náttúrulega ekki vænst annars en að okkur þetta verði allt saman upplýst og skilanefndirnar eru nú býsna lokaðar sumar. Það auðvitað mikið, já, það svona ganga ýmsar sögur skilanefndirnar en já, að einhverju leyti, ég kannski ekki ein af þeim sem að gagnrýni þær að öllu leyti. Ég held að þær, skilanefnd Landsbankans, ég vildi vita dálítið meira hvað í gangi þar. Hinnar skilanefndirnar svona. Mér skilst að koma einna mest frá Kaupþingi. Já, þeir eru allavega mjög góður í upplýsa en það líka athyglisvert að sjá að skilanefnd Glitnis búin að leggja fram eina kæru og það út af láni sem snýst 6 milljarða sem raun voru seldir fyrir krónu og þannig að það örugglega fyrsta máli. Ég ekki neinu vafi það. Ég veit ekki Landsbanka, ég veit ekki hvað þeir eru að gera en ég held að sé engin vafi á því að skilanefnd Glitnis og skilanefnd Kaupþings eru báðar að undirbúa umfangsmikil málaferli gegn, ég býst við stjórnendum, eins og þarna komið fram, stjórnendum og þessum stærstu hluthöfum og ég þá spyr líka hvað með stjórnir bankana aftur. Þannig að ég held að
í lok þessa árs þá eigum við eftir að sjá að eitthvað hefur gerst á þessu ári. Gengið svolítið hægt síðast árið en ég held að menn séu kannski svolítið að ná upp einhverjum dampi. Sigrún, þakka þér fyrir að koma í þátt.